Í kvöld ætlum við bara að vera með smá bjórsmökkun við hérna félagarnir, er þið ekki spenntir? Já, jú, en ekki hvað. Já, þetta er Daniel, hann hefur aldrei verið myndunum mín áður. Loksins fáum við hann. Já. Hvað er þetta að vera alltaf okkar tíð? Mjög mikið eftirspurn, sko. En við ákváðum að hafa bara íslenska bjóra í þessu myndbandi og hafa bara nokkuð mismunandi. Og svo erum við hérna með svona Víking-gylltan og Pólarbjór og við ætlum svona að smakka þá líka svona til samanburðar bara. Ég er ekki frá því að Pólar sé bara einhver besti bjór sem til er. Já, hann er bara svo ógeðslega fresh einhvern veginn. Keep that in mind. Já, ég held að það sko. Já. Það er fínt. Smá bitur. Fáðu Pólar. Nú líka aðeins minna fresh en meira bragð. Já, mér persónulega finnst þessi betri. Já, mér líka. Já, mér finnst þessi heldur góður sko. Eiginlega það er meira á svona bragðan, það er meira á svona eitthvað að drekka bara vatn einhvern veginn. Ég er búinn að fá mér. Já, ok. Er ok. Núna förum við yfir í svona meira obscure bjóra sem það kannast ekki allir við. Fyrst á listanum okkar er bjór sem heitir Freyja. Þetta hér er sem sagt Freyja. Já. Og þetta hérna er alltaf sem stendur á við vínbúðarinnar. Þetta er bragðlýsingin. Ljósgullin, litur þess að bragð, létt fylling, þurr, mildur, lítil beiskja, léttristað korn, blómlegur humlakeimur og mildir kryddtónar. Mildir kryddtónar? Ok, check out the epic. Já. Homer Simpson þarf að báða okkur í meira þess að bjór. Já. Það séum svona pepper stuðið. Fyrst að ég opnaði þá fæ ég að smakka hann fyrst. Segðu mér hvernig Freyja er. Heyrðu, Freyja er bara helviti góð sko eiginlega. Þetta er svona mjög svona sætt sko, svona mjög vínlegt einhvern veginn. Ætli fyrir að ekki fengið sér smá ananas. Vá, hann er svona súr einhvern veginn. Já, hann er svona berjakenndur eitthvað. Ég veit ekki alveg með hann sko, maður frá. Það er svona, þú veist. Nei. Hann er... Þú veist. Þú finnir svona lýsingar. Ég fekk náttúrulega armeyja Freyju fyrst. Já. Það var heldur. Já, núna Það var smá svona júlabræði. Og núna þegar þú ferðir Freyju sko, þá erum við búnir að vera í henni líka sko. Já, ég er búinn að spilla hann alltaf fyrir ykkur kallar. Hey, sharing is caring. Nákvæmlega. En jú, þetta er bara ágætur. Já, þannig að við erum vissum að afmeyja hana fyrst, þá fáum við besta bragð. Ég má afmeyja næsta. Já, ok. Ok, næsti bjór á listanum heitir Steðji-reyktur bjór. Steðji-reyktur bjór er án rótvarnar efn. Sjáu, það er prentill á bjórnum. Það vantar í-ið. Rótvarnar efn. Rótvarnar efn, sjáu þetta. Rótvarnar efn. Rótvarnar efn. Ok. Það vantar mér þessi. Rótvarnar efn. Ok, sorry. En ok, innihaldslýsing eða búið brúnn, ósætur, mjúk, meðalfylling, meðalbeiskja, reykur. What? Ok. Malt og karamella, nice, ok. Reyk karamella. Reykur. Já, þú fær náttúrulega á mig að reykinn. Kannski er fróðan. Ekki mikið fróðan þessu. Ok. Hvað, er karamellubræðið að segja það? Já, það er svona karamellu eftirkeimur einhvern veginn. Ok. Þetta er meðal skrýtnari bjóra sem ég fengi mér. Það er eitthvað af þessu sem minnir mig á pulsu, svona essence pulsu. Já.
Já, þetta svona því að... Já, þetta þessi Það passar vel hérna að setja pilsuna ofan í freyjuna. Já, ég verði að segja svona, þeir eru að nota þetta til þess að þeir eru hérna sjóða pulsunar, þú veist, onni svona steðja eða eitthvað. Ég væri hissa miður við bragðið það. Já, það bara... Þetta leyniefni af SS. SS, we are on to you. Já. Það ætti kannski að fá smá remólaði eins og það heldur gott, sko. Ói, öllu nema remólaði. Það remólaði. Það sem gerir pulsuna, þú veist. Nei, það mest admissible efni, bara þeir staðlega einast að þau getur sleppt úr þessu film og það mun breyta minnst. Já, ok. Ekki skrifið í komment hvernig pilsan á að vera. Já, exactly. Við erum að hafa flame war í þessu. Nákvæmlega. Og líka, pilsa eða pulsa? Ég segi spennið. Við skulum ekki fara down that road. Okay. Ekki alveg brjótur. En já, næsti bjór, við komum svolítið í annað efni. Norðan kaldi öl. Norðan kaldi öl. Frá brugghúsmiðið. Árskógssandi. Þessi hafur. Já, það er frá Norðan Akureyri. Ekki fyrir ég vissi ekki hvað þetta var. Já, ok. Wait for it. Hvað? I know thing. Góður. Hi there. Ignore him. Hunsum hann. Já. Ok, smakka hann af Jónsbjörn. Og svona frekar mildt bragðað með þessum er. Þetta sé svo kaldi, venlegur kaldi. Þetta er sama litur. Spurning hvort að þeir gerir kalda líka og skjálta. Norðan kaldi. Það er notaður öðruvísi vatn. Ég held að það sem að bruggan eru öðruvísi vatn. Hey, Hann er svolítið vaskkendur á bragðinu. Já, það stendur, hann er ferskur, meðlungsbeiskja, malt og karamella aftur. Já. Hei. Já, ok. Já. Hann svona minnir mig mjög mikið á svona heimabrugg, svona bjóra einhverja. Já, þegar fólk var fátækt gæti ekki brugga á neyri nema hei og vatni. Já, það er svona mjög svona, hann er mjög svona jarðkenndur einhvern veginn. Pínum moldabragð. Já. Pínum svo silungar sem ég vill í Þorvaldsstaða. Já, svona finnur fyrir heyinu sem þetta var bruggað í svona. Ég veit ekki, mínum að þetta held ég að enn sem komið finnst mér Freyja að vera besti bjórinn fyrir það í Polarbeer. Hann er bara hands down langt best. Já, ég er saman að því. Já. En Freyjan er fín sko, meira sem að... Polarbeer verður svona gott svona þegar maður er fullur sko, en þú veist, Viking myndi ég vilja fá svona til þess að byrja á jamminu sko. Já. Já, Freyja, hún er líka heldur góð sko. Fireball shots, maður. Fireball shots. En ok, næst á listanum í okkar maður sjá, Boli Premium. Alright. Gullinn, ósætur, af hverju skrifaði ekki bara súr? Ósætur, mjúk meðalfylling, lítil beiskja, malt og humlar. Já. Mér langar alltaf að standa í humar, það er kannski bara óskilja í mér. Hann er frekar tíma þá. Djöld, hvað er það awesome maður? Reyndar. Humar bruggaði mjólk. Já. Paranormal Activity, shit maður. En já, þetta er mjög góður bjór, ég bara ekki... Þetta er svartu kortur þarna, eða? Já. Já, kolsvartur. Það er sjá. Ertu hjátrúarfullur? Kannski. Hvað finnst þér? Já, hann er svona ekki það spes, finnst mér sko. Mér finnst þetta frekar góður sko. Hann er svona frekar vaskkendur og svona Hljómar frekar samt. lítið eftirbragð. Mikilfenglegur. Boli! Samt eiginlega ekkert bragð á hann, finnst mér. Já, og þetta er ekki, maður myndi halda með nafni svo Boli, það myndi við kýla mann í bragðlauguna. Nei, þetta er alveg bara frekar léttur. Kannski ekki að fá auka álit. Já, kannski. Kata! Já! Viltu smakka í bjór með okkur? Já. Kata? Hvað er drekka? Kati. Já, nú var það að koma í hann.
Þetta er Kata. Það var að smakka bólið á þér. Hvað finnst þér? Bóli? Já. Já, ok. Ok. Það er svona vondur að þú bara áður og smakkar og þetta er sjokk. Hann er ekki góður. Nei, nákvæmlega. Ok, farðast, við ætlum ekki að hafa stig í restina. Mér finnst það góður. Já, það Viking Pils Organic. Já, organískur bjór. Hérna stendur að hann sé ljósgullin, meðalfylling, þurr, mildur, miðlungsbeskja, mjúkt malt, baunir, laufmynd. Baunir og svona soja shit í þessu. Víkan, eitthvað svona organik kjaftaði. Þetta sem allir hippar drekka. Ég er aðalega að hugsa mjúkt malt. Er það eitthvað sem Egils ætti fara að brugga, kannski? Þetta eitt, ég er ekki stór bjórmannskja, eitt sem ég alltaf pælt í, hver drekkur bjór og hugsa með sér, hún frekar þurr. Já! What? Já, það meikar ekki mikið sens. Hvað segir þetta? Já, maður verður frekar þurr í kjaftinum eftir að hafa drukkið þetta, sko. Allavega finnst mér. Það getur þú skilt þetta. Já, hann svona... hann er ekki það spes. Já, það er það. bæði lítill og svona... Þetta er svo að drekka möl. Já, svona... Þetta er að drekka vegarík eða eitthvað. Bara svona ósætt malt einhvern veginn. Mér finnst þetta klálega að vera besti bjórin sem við erum að pröfa í kvöld. Já, ég finnst það ekki á einhverju aðstæði. Það getur verið laukvitting, ég veit það ekki. Já, kannski fá sér smá viking. Nei, þessi tveir saman, þetta held ég að vera, þú veist, hóli með steðja. En ok, nú erum við bara einn bjór eftir og ég geymdi það besta, eða hið versta, til seinast. Garún númer 19. Ég býst við að það séu 18 árar garúnir sem ég hef hýrt Garún númer 19. Svartbrot, þéttfylling, sætuvottur, beiskur, ristað malt, lakkrís, kaffi, tóbak, Helviti já. höfugur. Ég má opna þetta. Okay. En ég er mest spennt við það stendur tóbak í innihaldslýsingunni. Lakkrís, kaffi og tóbak. Okay. Það hljómar eins og djamma dilla með skotum og fleira. En ef það er tóbak í honum, þarf maður þá að vera 18 eða 20 til að vera að kaupa hann? Nei, ég veit það ekki. Og já, það sem er merkilegt við bjór, eitt, er að sjáðu hann er 11,5%. Þetta er bara eins og, þetta er sterkar en rósavín. Já, hann bara þambar þetta bara eins og vatn. Já, þetta er líka þannig. Ég er það sko. Þú veist, þú þykir til að þú veist, það var smá racist núna að segja you people, you get beer where you see the blood in your veins. Við komum bara siðmenningu til Íslands. En hvað fannst þér? Hann er alltaf mjög bragðsterkur. Ekki sem myndi drekka vanlega en ég get alveg að fengja mig hann á og til. Já. Maður finnir fyrir svona kaffi bitur. Já, akkurat, kaffi biturleika, svona góð áminningar fyrir sitt situr í kaffið. Já, mér finnst það samt. Hann er ok, en samt, hann alltaf að því hann svo sterkur þá er hann líka frekar dýr með bjór sko. Ég persónulega myndi ekki eyða auka 200 krónum ég veit að fá mér einn bjór á barnum eða í ríkinu bara að hafa hann ekstra sterkar fyrir þetta bragð. Já, mér finnst það bara helviti góður sko. Já, þú veist. Auðvitað hlýtur að vera sterkt bragð þess að við erum að tala um það. Við erum að tala um kaffi, lakkrís, tóbak. Nákvæmlega. Þetta er bara öll sterkustu bragðefnin í einu. Síðan er líka 11%, þú veist. Þannig að, þú veist, hann er samt svona, mér finnst hann svona dálítið svona mildur sko. Hann svona rennur svona. Kannski verður svona betur og betur með sófum. Já, ég myndi halda það sko, já. Því fullari sem það verður. Jú, það virðist vera. Já, þetta er svona mjög bjór. Já. Jæja. Nei, mér finnst það verri. En ok, allavega, mér persónulega finnst Pólar enda bara einhver besti bjór sem til á Íslandi. Þessi er allir, þetta var skemmtileg smökkun, en fyrir utan við Freyju held ég að sé og Bóla held ég að sé engin hérna sem ég myndi vera smátt drekka reglulega sko. Og náttúrulega Viking. Já, Freyja, það er allir með góðum með líka en... Já, ég myndi örugglega taka...
Ég myndi örugglega taka Garún ef ég vill svona trýta sjálfa mig eitthvað svona. Kannski væri gott að byrja með honum, síðan fara í eitthvað annað. En ok, allavega takk kærlega fyrir að horfa og já, og like and subscribe. Og ekki gleyma, pulsa eða pilsa.